boðið bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Þá 548. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar, haldinn Tjarnargötu 12, 21. ágúst 2018, settur. Mættir eru eftirfarandi bæjarfulltrúar: Friðjón Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Styrmir Gauti Fjellsteð, Díana Hilmarsdóttir, Guðbrandur Einarsson, Margrét Þórarinsdóttir, Gunnar Þórarinsson, Margrét Ólöf Sanders, Baldur Guðmundsson, Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Jóhann Friðrik Friðriksson ásamt bæjarstjóra Kjartani Má Kjartansinni. Á dagskrá fundarins eru 6 mál, 6 fundargerðir. Það eru eftirfarandi: fundargerð bæjarráðs frá 16. ágúst 2018, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs 13. ágúst 2018, fundargerð velferðarráðs 8. ágúst 2018, fundargerð fræðsluráðs frá 10. ágúst 2018, fundargerð menningarráðs frá 16. ágúst 2018 og svo fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 16. ágúst 2018. Við vindum okkur í fyrsta mál á dagskrá bæjarstjórnar sem fundargerð bæjarráðs og einnig eru lagðar fram fundargerðir bæjarráðs í fjarveru eða sumarfríi bæjarstjórnar og það lagðar fram til umræðu einnig. Síðan verður fundargerð bæjarráðs frá 16. ágúst 2018 borin upp til samþykktar að lokum umræðum. Að því sögðu gef ég orðið laust fundargerð bæjarráðs. Og enginn hefur hvatt sér hljóðs. Það sem að svo þá ber ég bara fundargerð bæjarráðs frá 16. ágúst 2018 upp til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt fundargerðina gefa merki. Hún samþykkt. Tók ekki allir eftir. Má ég sjá hendur? Það ekki alveg viss. Já. Margrét allan að... Ég sá ekki. Nei. Það bara... Já. Við skrifum þetta á... Fólk að læra. Ekkert mál. Það bara sjálfsagt. Margrét Þórarinsdóttir, gerðu svo vel. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, ég hérna með 3 fyrirspurnir. Í fyrsta lagi vil ég segja það sem kunnugt þá Miðflokkurinn að deila sæti í bæjarráði með fulltrúa frjáls afls, en það þýðir að Miðflokkurinn mun ekki fá sæti í bæjarráði fyrir eftir 2 ár og tel ég það óeðlilegt, ekki síst í ljósi þess að Miðflokkurinn fekk góða kosningu nú í vor eða 13% atkvæða. Ég vil því spyrja, mun meirihluti beita sér fyrir því að samþykktum bæjarráðs verði breytt þannig að allir flokkar fái sæti í bæjarráði. Telur meirihlutin ekki rétt að allir flokkar komi að lýðræðislegum ákvörðunum sem þar eru teknar. Í öðru lagi þá sátum við fund með forsvarsmönnum United Silicon í gær og langum að vita hvort að meirihlutin hafi tekið ákvörðunum, hvort að farið verði í íbúakosningu varðandi framhaldið og hvernig þá yrði staðið að þeirri kosningu, enda vitum við að mikil óánægja var meðal bæjarbúa með framkvæmd síðustu íbúakosningar. Í þriðja lagi ég með fyrirspurn varðandi Stapaskóla. Ég las það í fjölmiðlum væri búið að skipa bygginganefnd þar sem allir flokkar eiga sæti nema Miðflokkurinn. Eru þetta eðlileg vinnubrögð? Hvers vegna var Miðflokknum ekki búið sæti í þessari nefnd? Miðflokkurinn lagði líka áherslu á skólamál fyrir síðustu kosningar.
Telur meirihlutin ekki fullkomlega rétt og eðlilegt að allir flokkar fái að koma ákvarðanatöku varðandi Stapaskóla. Takk fyrir. Já, forseti leggur til að þessar fyrirspurnir séu bara mótteknar og þeim svarað á næsta bæjarstjórnarfundi. Er einhver mótfallin því? Ég ber það bara þá tillögu mína undir atkvæði fundarins. Þá höldum okkur við það. Friðjón Einarsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfundarar gestir. Mér langaði bara aðeins út af þessum fyrirspurnum að segja það að í bæjarráði á fimmtudaginn verður tekin fyrir þessi úrskurður ráðuneytisins sem Margrét er hér að vísa til og hann verður ræddur þar og kemur þá til umræðu í næstu bæjarstjórn niðurstaðan af því okkur og hvers vegna og þá munum við fara betur yfir það mál. Þetta hefur verið rætt utan dagskrár í bæjarráði en svona formúlu umræða fer ekki fram fyrir á næsta fimmtudag og þá kemur hann aftur hérna inn í bæjarstjórn. En önnur mál tökum við þá fyrir næst þessi atriði og setjum það á dagskrá. Takk. Nú við heldum þá ylst í dagskrá áfram. Við vorum komin að því að bera upp fundargerð bæjarráðs frá 16. ágúst 2018 og biðja bæjarfulltrúa að gefa merki hvort þið getið samþykkt fundargerðina. Hún er samþykkt 11.0. Næst er það fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs og vil ég taka fram að í þeirri fundargerð það er sérstaklega að ræða og samþykkja 4 mál og það er meira en á baksíðunni. 7 mál. Það er liður 5, 6, 7, 8, 11 og 12. Nú, liður 5 er Hótel Keflavík fyrirspurn lyftuhús og gef ég orðið laust þann lið. Það hefur enginn hvatt sér hljóðs og ber ég þá þann lið undir samþykki fundarins þeir sem geta samþykkt lið 5 gefa merki. Hann er samþykktur 11.0. Næst er það 7. liður í fundargerðinni og það er Hringbraut 96 fyrirspurn viðbyggingu og ég gef orðið laust varðandi þann lið. Það hefur enginn hvatt sér hljóðs og ber ég hann því undir atkvæði fundarins þeir sem geta samþykkt liðin gefa merki. Hann er samþykktur 11.0. Næst er það 7. liður Vallagata 24 fyrirspurn uppsetningu loftnets og ég gef orðið laust þann lið. Það hefur enginn hvatt sér hljóðs og ber ég hann því undir atkvæði fundarins þeir sem geta samþykkt hann gefa merki. Hann er einnig samþykktur 11.0. Næst er það 8. liður Mardalur 16-24 og 26-32 fyrirspurn fjölgun íbúða. Orðið laust þann lið. Það hefur enginn hvatt sér hljóðs og ber ég hann því undir atkvæði fundarins þeir sem geta samþykkt þann lið gefa merki. Hann er samþykktur 11.0. Þá erum við komin að 11. lið í fundargerðinni. Það er vegagerðin, umsókn framkvæmdaleyfi og gef ég orðið laust þann lið. Og það er enginn hvatt sér hljóðs og ber ég hann því undir atkvæði fundarins þeir sem geta samþykkt hann gefa merki. Hann er samþykktur 11.0. Næst er það 12. liður Fitjabraut 4, umsókn lóðastækkun og orðið laust þann lið. Það er enginn hvatt sér hljóðs og ber ég hann því undir
Atkvæði fundarins, þeir sem geta samþykkt handkviðamerki. Og hann einnig samþykktur 11-0. Nú, þá það fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs í heild sinni og einhver sem kveður sér hljóðs varðandi hana. Margrét Sanders, gerðu svo vel. Velkomin í pontu. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. 4. mál hjá Uskinu eða umhverfis- og skipulagssviði þar sem beðið er ósk breytingu á aðalskipulagi. Og þar var aðaltorg að óska eftir breytingu á aðalskipulagi þannig að mögulegt verði að skrá íbúa með lögheimili í starfsmannaíbúðum í gistiheimili í húsnæði aðaltorg. Og eðlilega afgreiðsla að það er vísað til heildarendurskoðunar aðalskipulags Reykjanesbæjar því að annað yrði bútasömmur. Þetta er samt stór mál fyrir okkur í Reykjanesbæ, fyrirspurnir sem kemur þarna fram. Það er tekjur aðila sem er að vinna til skamms tíma hér í sveitarfélaginu. Við viljum fá útsvarstekjur þeirra. Í þessu samhengi langar mig að nefna að ég var með fyrirspurn í bæjarráði miðjan júlí og Kjartan Már bæjarstjóri var mjög snöggur að svara og vann það mál mjög vel en vakti okkur til umhugsunar. Það er Sjávargata 8, það er 120 íbúa starfsmannaíbúð eða eins og var talað áður í lögunum verbúð en eru kallar held ég starfsmannaíbúðir núna í lögunum. Þetta eru 62 manna herbyggi, sem sagt 120 mann sem búa þarna. Það eru 24 af þeim sem eru með lögheimili í Reykjanesbæ en svarið gefur, sem við vitum að eru með lögheimili fyrir gefiði á Sjávargötu 8 og er þá í Reykjanesbæ. Við vitum ekki hvort hinir tæplega 100 eru með lögheimili, væntanlega í Ásbrú, en það sem að D-listinn langar kannski til þess að ítreka og að við snúum bökum saman með er að vísa þessu máli til bæjarstjóra aftur og að starfsmenn bæjarins fari í vinnu að vinna þannig að við fáum tekjur af þessum starfsmennum sem eru að vinna hérna tímabundið og að þau séu ekki að skrá lögheimili einhvers staðar. Ég veit til þess að það eru aðilar sem að hafa verið að vinna í sveitarfélögum en hafa verið með lögheimili í öðrum sveitarfélögum. Þannig að við viljum að menn séu með lögheimili í Reykjanesbæ og greiði útsvar hingað. Þannig að mér langar að vekja athygli á þessu og vísa þessu kannski áfram meira til að unni verði áfram með þetta. Takk. Takk fyrir þetta, Margrét. Fleiri sem að vilja taka til máls undir þessum lið. Guðbrandur Einarsson, gjör svo vel. Virðulegur forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er auðvitað þarf umræða að skoða með hvaða hætti þeir aðilar sem að koma hingað til landsins, hvar þeir festa rætur og hvar þeir búa. Það skiptir okkur máli að við höfum að því tekjur ef við þurfum að veita þjónustu. En það er þó bara þannig samkvæmt íslenskum lögum að það er ekki hægt að binda einn eða neitt til þess að búa á einhverju sérstökum stað. Við höfum öll heimild til þess að fara milli byggðarlaga og vinna og ef þú býrð inn á efnahagssvæðinu þá er það bara frjálst að fara til dæmis frá Pólandi til Íslands
og vinna þar eins og þú vilt. Auðvitað getum við rætt þetta við það í fyrirtæki sem að skaffa þessu fólki og þessum starfsmönnum íbúðir, að það sé horft til þess að þeir búi í sveitarfélaginu okkar, sérstaklega ef við erum að veita þeim heimildir til þess að byggja þessar starfsmanna íbúðir. Þá er auðvitað þeir sem maður á að vera skráður með lögheimili þar sem maður býr. Þannig er það bara. En við verðum að passa okkur á því að þetta er engin vistarbönd. Við getum ekki verið að skylda fólk til þess að búa það sem það ekki vill búa. En að sjálfsögðu á að fylgjast með því að fólk skrái lögheimilið sitt þar sem það býr. Takk fyrir Guðbrandur. Bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég er nú byrjuð því að bjóða bæjarfulltrúar velkomna til starfa eftir sumarleyfi og hlakka til að vinna með ykkur öllum í vetur ókomin ár, allavega á þessu kjörtímabili. Þetta atriði sem að bæjarfulltrúi Margrét er að nefna hér er hárrétt og við höfum þegar verið að skoða þetta. Sigurgestur er að skoða þessi mál fyrir okkur, búin að kortleggja svona eins og hægt er með þau gögn og þær upplýsingar og náttúrulega persónuverndarlögin núna. Það sem og við getum verið að hlutast til Við erum að draga þetta saman, það er ekki orðið opinbert skjal og verður kannski aldrei við aftur út af persónuverndarlögum, við erum að velta þeim fyrir okkur. Hins vegar er það rétt hjá bæjarfulltrúa Guðbrandi Einarssyni sem hér kom fram að við getum svo sem ekki hvorki skyldað eða beitt einhverjum viðurlögum öðru til þess að fá fólk til að skrá lögheimili sitt hér. Hins vegar hefur í samtölu mínu við flugafgreiðslufyrirtæki sem eru nú langstærsti aðilinn í þessu að flytja hérna inn vinnuafl, hefur það komið fram að til þess að fá vinnu hérna þá þurfa starfsmennirnir að fá kennitölu og atvinnurekandi sjálfur, hann sækir svokallaða bráðabirgðakennitölu fyrir sína starfsmenn sem eru þá ókomnir á meðan þetta er sérst í undirbúningi. Þá er sótt leyfi og bráðabirgðakennitölu fyrir viðkomandi starfsmenn og þeir skráðir til heimilis á einhverjum þeim stað sem að það er hægt samkvæmt skipulagi og fyrirtækin hafi yfir að ráða. Síðan þegar starfsmennirnir eru komnir þá oft verður niðurstaðan svo að þeir búa annar staðar heldur en kannski þeir voru skráðir einhverjum vikum eða mánuðum fyrir komuna hingað og þeir í sjálfu sér bera ábyrgð á því að koma hingað eða að leita til þjóðskrár með öðrum hætti, óska eftir varanlegri kennitölu að þeir ætla að vera hér það lengi og skrá sig þá til lögheimilis þar sem að þeir hyggjast búa. Þannig er ferlið. Í þessari viðleitni okkar til þess að spyrjast fyrir og fá upplýsingar þetta þá höfum við því miður eða kannski eðlilega fengið spurninguna akkur eru þið að spyrja þetta? Akkur eru þið að skipta ykkur af þessu? Hvar okkar fólk skráir sig eða býr? Og þegar ég hef svarað því þannig, við viljum vita hvort og þá hverjir af ykkar fólki þá þessara flugafgreiðslufyrirtækja hafa skráð sig hér til lögheimilis. Og þau eru bara ekkert með alveg yfirlit yfir það, svona í fyrstu andrá, hverju það eru. En við erum að skoða þetta, Sigurgestur er byrjaður að því og við skulum halda því áfram og vonandi getum við lagt fram þá einhverja niðurstöðu því fyrir en seinna. Takk fyrir þetta, Kjartan. Margrét Sanders, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Ég vissi það og samkvæmt því sem Kjartan er að segja að ég fann það strax og heyrði það bara á öllum í bæjaráði og bæjarstjóra að við erum öll sammála það að við viljum þetta. En það er spurning áherslur og núna er ekki krafa heldur ósk frá mörgum fyrirtækjum að við finnum út með lóðir fyrir starfsmenn hér í sveitarfélaginu. Og við erum á fullu að skoða það, bæði nefndir, starfsmenn og fleiri, þá hlýtur það að vera að krafa okkar að fyrirtækin vinni þá með okkur.
Það sem var sérstakt í beiðninu frá Aðaltorgi, þar var atvinnurekandi sem að sá strax þennan möguleika að það væri möguleika að þeir væru skráður einhvers staðar annars staðar og vildi að tekjurnar myndu koma hingað. Það væri mjög gott ef að starfsmenn bæjarins myndu kannski leiðbeina hvað væri hægt að gera til þess að viðkomandi myndu geta skráð og hvernig hann á að standa að því að skrá starfsmennina hér. Síðan eins og núna, þessi Sjávargata 8, þar er búið að vera að vinna með ákveðnu fyrirtæki í að finna leiðir og lóðir til þess að koma starfsmennum fyrir. Þannig að á móti þá hljótum við að gera þá kröfu til þessara fyrirtækja að þau vinni með okkur í þessu. Ég held að það sé bara eitthvað sem við getum náttúrulega búið til ágreiningu úr þessu en okkur vantar tekjur og þannig eru tekjur og mér fannst allavega í bæjaráði menn sammála en ég er bara ítrekka þetta hérna að leggja mikla áherslu á þetta og takk Kjartan fyrir að koma þessu strax í farveg. Takk fyrir þetta Margrét. Orðið er laust. Guðný Birna, gjörðu svo vel. Ágæti forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og góði gestir. Mér langaði að koma fram undir lið númer 1 í fundargerð bæjarráðs sem snýr að Hafnargötu 12. Nú Hafnargata 12 er gamla SBK-planið eða eins og er núna Rauða hús Samfylkingarinnar verður þekkt núna. Það var sem sagt kynning breyting á deiliskipulagi varðandi uppbyggingu á svæðinu sem eru mjög fallegar finnst mér og metnaðarfullar og ég hvet bara íbúa þegar þetta verður auglýst að mæta fundinn og sjá og skoða þessar teikningar út af því að þetta verður rosalega falleg ásýnd á gamla miðbæinn okkar í Keflavík. Þannig ég hvet ykkur til að fylgjast með því þegar af þessu verður. Orðið er laust. Fundargerð bæjarráðs. Afsakið Usk. Fundargerð er umhverfis- og skipulagsráðs. Fleiri hafa ekki plats í hljóðs. Þá ber ég fundargerðina upp í heild sinni til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt fundargerðina gefið merki. Hún er samþykkt 11.0. Næsti dagskrárliður númer 3 er fundargerð velferðarráðs frá 8. ágúst 2018 og hana er orðið laust. Guðný Birna, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og góði gestir. Á fyrsta fundi velferðarráðs núna þann 8. ágúst og mjög góður langur fundur. Við fórum meðal annars yfir húsnæðisvanda heimilislausra í Reykjanesbæ sem er stækkandi hópur þótt hans betur fyrir ekki mjög stór. Þannig að við þurfum að fara fljótlega í stefnumótavinnu með USK-sviði og fleirum hvað við þurfum að gera til að bæta úr þeirra stöðu. Þannig að við munum fara að vinna í þessu máli nánar. Við fengum umsókn frá Útlendingastofnun varðandi hælisleitendur að hvort Reykjanesbær geti tekið aftur við einstaklingum. Velferðarráð ákvað að neita þeirri umsókn og að við ætluðum að halda áfram að taka á móti fjölskyldum eins og hefur verið stefnan okkar núna undanfarin ár. Þetta er verkefni sem hefur gengið mjög vel hjá okkur og við vildum halda áfram að halda þeirri línu sem við höfum verið í. Þannig að þar af leiðandi var neitað þessari beiðni. Annað var bara í góðum gír og bara allt gengur vel þar. Takk. Takk fyrir það, Guðný Birna. Eru fleiri sem að kveðja sér hljóðasundir? Þriðja dagskrárlið, fundargerð velferðarráðs frá 8. ágúst. Svo er ekki, þá ber ég fundargerðina upp í heild sinni til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt fundargerðina gefið merki. Hún er samþykkt 11.0.
Næst tökum við fyrir 4. lið sem fundargerð fræðsluráðs frá 10. ágúst 2018 og orðið er laust. Guðbrandur Einarsson, velkomin í pontu. Já, mér langar aðeins að reifa hér 5. lið sem er leikskólavist fyrir börn 18 mánaða og eldri. Það var á stefnuskrá flestra framboða fyrir síðustu bæjarstjórnarkosningar að reyna að bregðast við því að börn kæmist ekki á leikskóla fyrir þau verða orðin 2 ára. Og það hefur verið þannig í mörgum öðrum sveitarfélögum að börn hafa verið að komast fyrir á leikskóla þó að það sé svona mismunandi eftir sveitarfélögum, en þetta var skoðun flestra framboða að reyna að ráðast í þetta og ég vil bara fagna því að þarna sé möguleiki á því að fara að gera einhvers konar tilraun með þetta. Það hefur komið í ljós að þörfin fyrir leikskólavist barna eldri en 2 ára er ekki eins mikil eða fjöldi barna sem eru 2 ára eldri er minni heldur en ráðgert var eða reiknað með og því skapast þarna tækifæri til þess að taka inn börn sem eru þá frá 18 mánaða upp í 24 mánaða upp í leikskólanum upp í Ásbrú og það er auðvitað bara fagnaðarefni að þá skuli eitt af þeim stefnum sem að framboði lögðu áherslu á sé með einhverju mætti að verða að veruleika. Þannig að það ég er ánægður með það. Mér langar líka að lýsa ánægju mínu með það að við höfum verið að opna nýjan leikskóla upp í Ásbrú, Skógarás, sem að tekið var ákvörðun að opna. Þetta er búið að standa til í talsverðan tíma og við fengum þetta húsnæði á góðum kjörum og síðan var farið í viðbyggingar við þetta húsnæði og nú er þetta komið í fullan rekstur og held ég bara öllum til sóma að þetta sé gert eins og gert hefur verið. Þannig að ég er mjög ánægður með að þetta skuli hafa átt sér stað. Kjartan Már, bæjarstjóri Ríkisveg. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, aðeins út af þessu með Skógarás nýja leikskólan til upplýsingar fyrir ykkur og þá er starf þar hafið. Framkvæmdum er ekki alveg lokið við lóðina, það er í vinnslu ennþá. Það er svona verið að fínpússa og snuðpússa. Ég fór þarna í heimsókn á föstudaginn síðasta, talaði við starfsfólk og það er allir í hæstánægð með hvernig til hefur tekist. En þar voru enn iðnaðarmenn á störfum svona einhvers staðar í bakherbyggjum eins og gengur og eins og ég segi jarðvinna í gangi og þegar að þessu öllu lokið að þá verður skólinn formlega tekinn í notkun með formlegri athöfn og bæjarfulltrúum að sjá sig ef það er ekki þegar búið að senda ykkur boð þá er það væntanlegt og þá getum við farið og skoða þetta og bara þessa byggingu augum. En þetta er eins og þið vitið, þetta er hús sem að heimavellir lögðu í púkkið á sínum tíma sem að síðan er búið að stækka og viðbyggingin er stærri heldur en upphaflega húsið og það er fyrst og fremst verið að nota á eingöngu þessar forsniðnu einingar frá Slóveníu eins og við erum að nota í bráðabirgðahúsnæði Akurskóla við Dalsbraut sem síðar verður Stapaskóli þegar búið er að byggja það hús. Þetta eru einingar sem eru góðar og menn eru ánægðir með og hafa reynst ágætlega og við eigum þá þessi hús, það er að segja við Akurskóla Dalsbraut og getum fært þau til hugsanlega eitthvað svona eftir í hvernig vindar blása hjá okkur í hverfum á næstu misserum og árum. En þetta húsnæði fyrir Skógarás er komið til að vera, við færum það ekki. Það er bara orðið varalegur hluti af leikskólan og Skógarás.
Fleiri sem að vilja kveða sér hljóðs undir þessum? Gunnar Þórarinsson, gjör svo vel. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Ég tek undir það í sambandi við leikskólamálin að það er fagnaðarefni að það skuli vera pláss fyrir fleiri börn á leikskólanum, á leikskólansvæðinu. Það er hins vegar alveg ljóst að til framtíðar litið að þá þurfum við að auka þann möguleika sem að dagmæður gefa og ástæða til þess að finna einhver ráð til þess að gera þeim kleift að starfa. Það er ódýrasta leiðin til þess að mæta þessum þörfum þegar þetta er framtíðar litið. Það þýðir hins vegar að það þarf einhver að kosta til en miklu minna heldur en nokkuð tíman þar þegar er að ræða leikskóla. Þannig að ég held að við þurfum að hugsa þetta aðeins í framtíðinni, hvernig við getum nýtt starfskrafta þessara dagmæðra sem að eru því miður allt of fáar eins og er. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég var ekki alveg skýr á þann þegar ég var að tala gefandan á leikskólanum, húsnæðinu sem var bygging 932, Ásbrú heitir núna leikskólinn Skógarás, þá voru fasteignafélögin í sameiningu, það er að segja Heimavellir og Ásbrú íbúðir sem að lögðu til þetta hús. Ég biðst velvirðingar að þessu. Takk fyrir þetta, Kjartan. Anna Sigríður, gjör svo vel, velkomin í ræðustól. Forseti og eru bara gestir. Ég vil langar að nefna varðandi leikskólan og 18 mánaða aldurinn. Ég vil langar bara að fagna því að við getum haft möguleika á því að bjóða fjölskyldum að koma með yngri börn inn á leikskólana núna í haust. Þetta er bara mikið í rauninni svona skref fyrir okkur að koma til móts við fleiri fjölskyldur. Það eru margir búin að kalla eftir þessu og við fagnum þessu. Kærar þakkir. Og ekki fleiri kvart til hljóðs. Þá ber ég fundargerð fræðsluráðs frá 10. ágúst upp til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt hana gefið merki. Hún er samþykkt 11.0. Næst er það 5. liður fundargerð menningarráðs frá 16. ágúst 2018 og þar þarf sérstaklega að taka til umræðu lið númer 4, verndarsvæði í byggð í þeirri fundargerð. Ég ætla að leyfa mér að lesa bara stuttlega þann part. Samþykkt var í bæjarstjórn 20. september 2017 að framkvæma mat samkvæmt lögum verndarsvæði í byggð, númer 87/2015. Greinargerðin með tillögum verndarsvæði er tilbúin og leggur menningarráð til að samþykkt sé að auglýsa hann samkvæmt annarri grein reglugerðar númer 575 verndarsvæði í byggð. Orðið er laust þennan lið. Það hefur enginn kvart sér hljóðs og ber ég þá þennan lið í fundargerðinu upp til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt hann gefa merki. Hann er samþykktur 11.0. Nú orðið er laust fundargerðina í heild sinni. Baldur Guðmundsson, gjör svo vel. Velkomin í ræðustól. Takk fyrir boðið, virðulegi forseti. Góðu bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Byrjaði ég að fagna því að Kristján Gunnarsson sé mættur í menningarráð. Vonandi verður þetta bara lagfært og Kristján Jóhannsson fái að vera með í þessu. En ég ætla bara aðeins að minnast á ljósanótt því að þetta var kynnt í morgun, dagskráin sem er framundan og það eru ákveðna breytingar
sem að verða á þessu og stóra breytingin er að setningin verður ekki á 50. morgun við Myllubakkaskóla eins og verið hefur og við munum sleppa blöðrunum. Sem sagt, já, það verður ekki blöðrur en það verður sem sagt daginn áður, seinnipartinn, þá er að margt í þessu margar ástæður fyrir þessu. Það er til dæmis það bara að það er erfitt að koma úr öllum hverfum, skólakrökkum hérna niður til Myllubakkaskóla og síðan voru einhverjir foreldrar sem vildu fá að vera með í partíum og svona, þannig að þá var að reyna þetta og bara hvetja alla til að mæta. Dagskráin er að öðru leyti svona bara hefðbundin skemmtun eins og þau verið síðust ár, en þó eru svona áherslu breytingar. Vegna fjölda áskoruna þá mun bæjarstjórnarbandi ekki koma fram á þessari hátíð og vegna enn fleiri áskoruna þá munu fornbílar fá að keyra niður Hafnargötuna og leggja á túninu. En svo er bara flugeldasýning að venju og gott partí. Vonandi sjáum við ykkur sem flest. Fyrir Baldur, forseta langar að bæta eins inn í undir þessum lið að sérstaklega fagna þeim mikla áhuga sem er á heimatólingum sem að ráðgert er að halda núna á ljósanótt og mér skilst að það sé mikið lúxusvandamál þar í gangi. Það var erfitt að fá miða, enda svo sem eðlilegt, enda flott dagskrá framöndan. Fínast langar mig að bera þessa fundargerð upp til samþykktar í heild sinni. Þeir sem geta samþykkt hana gefið merki. Hún er samþykkt 11.0. Næst er það fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 16. ágúst 2018, orðið laust. Guðbrandur Einarsson, gerð svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Við höfum verið að glíma við fjárhagsvanda í Reykjaneshafn í áraræðir og það sér ekkert fyrir endan á því. Því nú er á miður þá er það þannig að Reykjaneshafn hefur ekki getað staðið undir þeim fjárfestingum sem hún hefur lagt í og það hefur þýtt að lán hafi verið framlengd endalaust og það er þannig að verði ekki einhverja breytingar á þessu að ræða þá kemur þetta til með að enda í fanginu á bæjarsjóði. Samkvæmt lögum. En þarna er verið að ræða og leggja fram samkomulag sem er búið að vera að vinna að milli sveitarfélagsins sjálfs og hafnarinnar það að bæjarsjóður létti af hafnarsjóði ákveðnum skuldum með yfirtöku á lóðum sem hafa fyllt höfninni. Þetta mun auðvitað létta róðurinn fyrir höfnina en er auðvitað svolítið súrt að þeir fjármunir sem að við í bæjarsjóði eigum og höfðum ætlað í þjónustu íbúa skuli vera nýttar með þessum hætti. Það er auðvitað svolítið súrt að kyngja að þannig sé það. En það er bara hinn kaldi veruleiki sem við vorum að horfast í augu við. Nú eins vekur það athygli mína hér, það er þetta bréf sem að þarna fylgir frá Vegagerðinni, þar sem að talaður neikvæða afkomu Hafnarsjóðs og með hvaða hætti sveitarfélagi ætla að bregðast við því og
þarna er verið að tala það er verið óskættu styrkju frá ríkisvaldi en spurningin er hvernig náttúrulega Reykjanesbær að bregðast við þessari vondu stöðu hafnarinnar og hvernig getur ríkið lagt fram fjármuni inn í höfnina á þess að það sé að hafa áhrif á samkeppnisstöðu eða samkeppnisstöðu annarra hafna, að það sé ekki verið að hygla einni höfn umfram aðrar. En þetta er auðvitað vont mál og erfitt. Það er búið að vera að gera ráð fyrir tekjum af stórum iðnaði í mörg ár sem hefur allt brugðist. Menn hafa beðið eftir því að hér risu stóriðjuhallir sem áttu að leysa fjárhagsvanda hafnarinnar. Það hefur ekki orðið að veruleika og ég veit ekkert hvort það verður að veruleika og miðað við það sem að maður heyrði í kosningabaráttunni þá hafa íbúar engan áhuga á því að slíkt raungerist út í Helguvík og það er eitthvað sem við verðum bara að horfa á í framhaldinu. Ég veit ekki hvar þetta endar, þetta hafnarævintýri allt saman nema þá í fanginu og íbúðunum en þetta er allavega leið sem er verið að færa til lóðir frá höfninni yfir til Bæjarsjós til þess að auka möguleika hafnarinnar á því að snúa rekstrinum við og vonandi skila það einhverjum árangri. Fleiri sem að vilja kveðja sig hljóðs undir þessum lið fundargerðir stjórnar Reykjaneshafnar. Svo er ekki, þá ber ég fundargerðina upp til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt fundargerðina gefa merki. Hún er samþykkt 11:0. Þá er dagskráin tæmd og gerum við þá bara hlé á fundi til þess að ganga frá fundargerð fundarins. Gerum það hér með.
548. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar, haldinn á Tjarnargötu 12, 21. ágúst 2018 kl. 17. Viðstaddir eru Anna Sigríður Jóhannsdóttir, Baldur Þóri Guðmundsson, Margrét Ólöf A. Sandes, Friðjón Einarsson, Guðbrandur Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Styrmi Gauti Fjellsteð, Jóhann Friðrik Friðriksson, Díana Hilmarsdóttir, Margrét Þórarinsdóttir, Gunnar Þórarinsson, Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri og í forseti var Jóhann Friðrik Friðriksson. Fyrsta mál, fundargerð bæjarráðs 16. ágúst 2018. Forseti gaf orði laust fundargerð bæjarráðs frá 16. ágúst 2018 og fundargerði bæjarráðs í sumarleyfi bæjarstjórnar. Til máls tóku Margrét Þórarinsdóttir og Friðjón Einarsson. Fundargerð samþykkt 11.0. Annað mál, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs 13. ágúst 2018. Forseti gaf orði laust fundargerðina. Til máls tóku Margrét Ólöf A. Sandes, Guðbrandur Einarsson, Kjartan Már Kjartansson og Guðný Birna Guðmundsdóttir. 5. liður fundargerðarinnar, Hótel Keflavík fyrirspurn lyftuhús var samþykktur sérstaklega með 11 atkvæðum. 7. liður fundargerðarinnar, Hringbraut 96 fyrirspurn viðbyggingu var samþykktur sérstaklega með 11 atkvæðum. 7. liður fundargerðarinnar, Vallagata 24 fyrirspurn uppsetningu loftnets var samþykktur sérstaklega með 11 atkvæðum. 8. liður fundargerðarinnar, Mardalur 16-24 og 26-32 fyrirspurn fjölgun íbúa var samþykktur sérstaklega með 11 atkvæðum. 11. liður fundargerðarinnar, Vegagerðin, umsókn framkvæmdaleyfi var samþykktur sérstaklega með 11 atkvæðum. 12. liður fundargerðarinnar, Fitjabraut 4, umsókn lóðastækkun var samþykktur sérstaklega með 11 atkvæðum. Fundargerð samþykkt 11.0 að öðru leyti. 3. mál, fundargerð velferðarráðs 8. ágúst 2018. Forseti gaf orði laust fundargerðina. Til máls tók Guðný Birna Guðmundsdóttir. Fundargerð samþykkt 11.0. 4. mál, fundargerð fræðsluráðs 10. ágúst 2018. Forseti gaf orði laust fundargerðina. Til máls tóku Guðbrandur Einarsson, Kjartan Már Kjartansson, Gunnar Þórarinsson og Anna Sigríður Jóhannsdóttir. Fundargerðin samþykkt 11.0. 5. mál, fundargerð menningarráðs 16. ágúst 2018. Forseti gaf orði laust fundargerðina. Til máls tóku Baldur Guðmundsson og Jóhann Friðrik Friðriksson. 4. liður fundargerðarinnar verndarsvæði byggð var samþykktur sérstaklega með 11 atkvæðum. Fundargerðin samþykkt 11.0 að öðru leyti. 7. mál, fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar 16. ágúst 2018. Forseti gaf orði laust fundargerðina. Til máls tók Guðbrandur Einarsson. Fundargerð samþykkt 11.0. Forseti ber upp fundargerðina. Við bæjarfulltrúa að gefa merki þeir geta samþykkt hana. Og hún samþykkt 11.0. Forseti vil nú sérstaklega þakka fyrir þolinmæðina hérna á fyrsta fundi eftir sumarfrí. Hann spólaði nú bara beint í dagskrána og gleymdi að bjóða bæjarfulltrúa velkomna eftir sumarfrí. Biðst afsökunar á því. Ég vænti þess að við höfum eftir að eiga góðan tíma hérna í bæjarstjórninni, takast á en samt sem áður vera sanngjörn og ég efast ekkert það að við höfum koma góðum málum til leiðar. Að því sögðu þá segi ég 548. fund bæjarstjórnar Reykjanesbæjar hér með slitið.